Kári, tap í Tékklandi kvöld, hvað er að gerast hjá ykkur? Hvað tapið þessu? Það er frekar mörgum stöðum. Við náðum ekki að halda þeim nógu vel í vörn og við vorum ekki að setja skotin okkar sem við setjum eiginlega á nánast hverjum degi sko. En það var svolítið erfitt fyrir okkur að Martin var með svolítið mikið lót á sér og það þurfti að búa til og mikið og þeir gátu hjálpa að slatta en við þurfum bara að vera betri eiginlega bæði í sókn og vörn og vera bara svona aðeins sharpari á skiptingum og öllu því og svona tali og svona, það er bara einhvern veginn, það var aðeins ryka hjá okkur fannst mér. Nú er þetta, eins og við höfum oft rætt áður, svona landsliðsgluggi þannig að þið hafa kannski ekki haft mikið tíma til að æfa. Hvernig fannst þér liðið svona á vellinum í kvöld? Því tilliti? Bara fínt sko, með hvað við erum búin að æfa lítið og svoleiðis, þá er þetta hlæg. Þetta er alltaf strákar sem vita kunna okkur annan og þekkja okkur annan og hafa spilað áður saman langflestir en það var bara, meðan meira bara svona orka og varnar svona aggressívir og svoleiðis, það var ekki alveg til staðar og auðvitað hefði við verið að setja skot og við erum alltaf hitt kannski komið líka þægilegra en þetta var bara, þeir eru hörku góðir líka, tökum ekkert frá þeim og við þurfum bara að koma sterkari mánudaginn heima. Hann fer persónulega í þessu leik, þú byggður inn í landsliði bara í gærkvöld og spila nokkur leikið þar. Hvernig finnst þér að vera komin á stað með íslenska landsliðinu? Bara mjög góðan sko. Þetta er geggjað og þetta er sem maður vill vera og ég hef lært helling frá strákunum og þeir eru alltaf að kenna mér og segja mér til og svoleiðis og mér finnst það bara gaman og ég þarf að halda áfram að vera svona og vera meira aggressífur líka og þegar maður hitt ykkur skotum og svona þá þarf maður líka að geta sett hann í gólfið og svona. Það er bara, maður er að taka skrifa fram á því. Takk.